Komið bless og sæl, við heilsum ykkur héðan að sunnan. Sitjum hér í góðu yfirlæti í bókahorninu í Sundlauginu í Laugaskarði í Hveragerði og þetta bókahorn ætlað þeim gestum sem að hingað koma og ein af þeim hugmyndum sem að tengist verkefninu Bókabæirnir Austanfjalls. Það samstarfsverkefni Árborgar, Hveragerðis og Ölfuss og hér á eftir þá ætlum við heimsækja hana Árnýju Leifsdóttur í bókasafni í Þorlákshöfn og fá að heyra meira af þessu verkefni. Við heimsækjum líka Hafþór Þórhallsson, myndlistamann á Eyrarbakka, sem hætti að kenna fyrir 8 árum og sneri sér alfarið að því að tálka fugla. Og í lok þáttar heilsum við upp á hljómsveitina Mána sem að taka upp nýja plötu hér í Hveragerði, rétt rúmlega hálfri öld eftir að hljómsveitin var stofnuð og auðvitað gátum við ekki stillt okkur að rifja upp sitt hvað sem tengist 50 ára sögu hljómsveitarinnar. Það er raunverulega ekki hljómsveitinni sem slíkri, það ekki mikið. En það hefur fylgt mér voðalega mikið, sko. Ég hef mjög oft beðið þetta, það sem ég að tróða. Ég náttúrulega búinn að vera bil alveg síðan nánast hverja helgi í hálfa öld, sko. Þannig að ég er þá ýmist með hljómsveitina mína Karma, ég var á tímabili með Kaktus og svo ég einn líka og við erum feðgarnir, höfum verið 2 stundum og allavega dæmi. Og þá eru svona lög sem að fylgja mér og beðið og meðal annars það, sko. Ég beðið það á böllum stundum ekki teka nú ekki. Það kannski ekki alveg viðeigandi. Bara allir að grenja bara að fara heim. En fyrst af öllu ætlum við að athuga hvað mál málanna þetta haustið í heita pottinum hér í Sundlauginni í Laugaskarði. Það eru svona laumukommar hérna mest. Alþingiskosningarnar. Við ætlum að gefa unga fólkinu tækifæri að komast til valda. Skynsemi og góða menntun. Og hvaða fólk það? Það er bara unga fólk sem er að bjóða sig fram í Pírataflokknum og aðalega þar. Og eins og til dæmis Inga Sæland. Hún er alveg bara afburða kona. Bara burt með þessa ríku kalla sem er ekki neinum tengslum við lífið. Þið leysið þetta, ég þarf að fara að kenna. Nei, bara staðreind. Bankarnir segja það. Já, bankarnir ljúga stanslaust. Það er staðreind. Oh my god! Helgi, það er ríkidæmi að eiga góða heilsu og góða fjölskyldu. Já, það segir ekki það mig. Sko, þarna erum við loksins sammála. Það þarf að vera stjórninni mynduð. Greinilega stefnir í það, hér á Íslandi, að það verði sama ríkisstjórn. Síðasta könnun, hún var mjög góð og mjög markviss sem fréttablaðið, þó að fara ekki hátt hana, það er verið að reyna að kjafta hana niður. Það hefur ekki lent í minnibundu. Draumastaðan mín væri Píratar og Samfylking. Til að breyta hlutum þá þarf blóð að renna. Það breytist aldrei neitt. Ég geti farið að það við Hilltóttur, kona mín þetta, hún frá Kólumbíu. Hún veit allt það. Það breytist ekkert þessi blóð. Þannig að þú vilt blóða byltingu? Ég bara skeður ekkert öðru. Þá kveðjum við pólitík og heita potta í bili og höldum í bókabæinn Þorlákshöfn sem eins og áður sagði hluti af verkefninu Bókabæirnir Austanfjalls. Þetta varð þannig til að það voru einkaaðilar á Selfossi sem ræddu þessa hugmynd sín á milli. Þeir höfðu vitneskju alþjóðleg samtök bókabæja og langaði til að gera einhvers konar verkefni að svipað á Íslandi. Árborg kom fljótlega þar inn og menningarfulltrúi Suðurlands sem var. Síðan bættust sveitafélagið Ölfuss og Hveragerðisbær inn í þetta verkefni og við vorum saman í rúmlega 1 ár og nú nýlega hefur Flóahreppur komið inn í þetta verkefni líka. Þannig að þetta fer stækkandi? Þetta fer stækkandi og það er svo skemmtilegt að fá allt svæðið, að fá þessa heild á allt svæðið. Og það hafa ýmsar hugmyndir skemmtilegar og óvenjulega kviknaði, það ekki rétt? Jú, fólk er að gera alls konar hluti. Við erum búin að vera með, í fyrra vorum við með barnabókahátíð og það sama verður aftur núna.
Hún verður 22. október. Svo vorum við með málþing barnabókmenntir sem var vel sótt og mjög skemmtilegt. Nú ætlum við að vera með svona krimmakvöld, spjalla svolítið saman spennusögur, íslenskar. Svo fólk að gera alls konar hluti, bæði að eigin frumkvæði og bara í samstarfi við aðra, hengja upp ljóð eða sögur eða skrifa og bara ýmislegt. Setja upp sýningar, listaverk úr bókum. Það svo margt til í þessu. Við byrjuðum þáttinn í bókahotni í sundlauginni Laugarskarði í Hveragerði. Nú erum við komin hingað til ykkar og hér sjáum við bókahús. Hvað getur sagt okkur það? Við, eftir að bókabæjarnir voru stofnaðir í september 2014, þá langaði okkur til að leggja okkar á mörkum til að vekja athygli á þessu verkefni. Við létum smíða fyrir okkur lítinn kofa og klæddum hann að utan með kápum af gömlum bókum og bjöggum til þak og allt á sama hátt. Og settum upp svona litla sýningu inn í honum. Ævintýrasýningu fyrir börn. Þessi kofi var settur upp í sundlauginni hérna hjá okkur í íþróttamiðstöðinni í Þorlákshöfn og þar gátu krakkar fengið lánað vasaljós í afgreiðslunni, skriðið þannig inn og skoðað myndir úr ævintýrum og kíkt upp í loft og séð alls konar ævintýrapersónur jafnvel hangandi eða sitjandi einhvers staðar inn í húsinu. Þetta vakti bara gríðarlega mikla lukku. Og var vel sótt? Þetta var mjög vel sótt. Þetta bara, eiginlega langaði okkur til að fá að hafa koman þarna áfram bara. Það svo mikið aðkomum fólki sem sækir sundlaugina hérna. Og þá getur verið spennandi að skríða inn í svona bókahús. Fólk átti bara í vandræðum með að ná börnunum með sér heim aftur. Bókin og verður þinn vinur. Bókin sem svalandi lækur og ég segi það upphátt og ég hvísla það í hljóði að ég elska bækur. En svo voru þið líka með hvað óvenjulega útgáfu af svona skiptibók eða gjafabókamarkað. Já, fyrir jólin í fyrra þá pökkuðum við inn dálítið mikið af bókum þannig að fólk vissi ekkert hvurslags bækur eða hvaða bækur það var að fá og settum stóra krukku, báðum fólk að skrifa á litla miða eitthvað Þorlákshöfn og fyrir hvern miða mátti taka eina bók og við fengum mjög mikið af skemmtilegum skilaboðum og jákvæðum út úr þessu þannig að þetta var bara gleðiefni fyrir okkur og samfélagið held ég. Og ætlaði að gera eitthvað með þessa miða eða? Þetta var bara sett inn á vefsíðuna hjá okkur, bara svona til þess að leyfa fólki að sjá hvað værum að gera og hver svona viðbröðin hefðu orðið við þessu. Vetrarplanið ykkar, þú segir það verði svona krimmakvöld eða glæpasögukvöld. Eitthvað fleira sem þú veist sem svona í framöndan? Ekki alveg á næstunni. Barnabókaháttíðin svona stærsta verkefnið sem við erum að vinna í núna. Og þar verður alls konar dagskrá og það verður dagskrá í tengslum við hana. En svo eru líka aðilar, einkaaðilar sem eru með alls konar uppákomur sjálfir bara í tengslum við og við náttúrulega hvetjum fólk alltaf til þess að gera eitthvað svoleiðis. Það skemmtilegt. Og nú getum við leyft okkur að hlakka til barnabókaháttíðarinnar sem verður haldin 22. október í bókabæjunum 4 austanfjalls. Þetta bara svipa á prjóni lopapeyssur. Oft þegar ég er að hlusta bara sjónvarpið eða horfa sjónvarpið eða hlusta útvarpið eða eitthvað, þá er ég við eldhúsborðið á veturna, það ekki vel séð alltaf en ég reyna að pússa bara það úti hérna. En ég er að mála inni og svona það er allt í lagi. En allt árið er ég svo og ef það er leiðilegt veður og leiðilegt úti þá er ég bara inni. Þá fær ég mig inn með fugla, þetta er bara eitt lítið box. En þannig að þetta verður að vera eitthvað skonar ég veit ekki, maður brenna fyrir þessu einhvern veginn, þannig séð. Það vita margir af fuglunum hans Hafþórs, samt auglýsir hann ekkert.
Fuglarnir hans hafa flogið víða, fyrst frá Hólmavík þar sem hann var kennari, nú frá Eyrarbakka og það óhætt að segja að lífið hans snúist fugla og enn fleiri fugla. Já, fugla, þeir náttúrulega skemmtilegir og mjög þægilegt að eiga við fugla því þeir eru svo ofsalega fjölbreyttir og það engu tveir fuglar eins sem ég tálka, þeir verða alltaf sem sagt, bara eftir hvernig efnið og fuglar geta verið í svo mörgs konar stöðu eftir hvernig, hvort þeir eru að teygja úr sér eða hvort þeir hnipra sér saman, stundum eru þeir svona, þeim er kalt þá eru þeir feitir og það er sem sagt, maður segir aldrei fuglar ekki svona, þeir eru bara alls konar í laginu og þetta er mjög skemmtilegt en ég er ekki neitt sérstakur fugla áhuga maður þannig ég fer ekki út að skoða fugla með kíki. En teiknarðu þá fyrst áður en þú byrjar? Nei, ég geri það ekki, ég bara saga út fuglana fyrst svona í stórum dráttum saga ég það út fyrst og svo þegar ég er búin að því er stór fugl ég byrja á því að þarf að líma þessar stóru saman úr efni sem ég kaupi í húsasmiðjunni og svo þeir svona þegar þeir eru komin svolítið vel á veg og ég á bara eftir að mála doppurnar þessar lóa en svo bara þegar ég er búinn að saga út þá byrja ég að móta fuglinn og þá verður bara eftir hvernig efnið var, það er ekkert alltaf eins og þeir geta sem sagt orðið það annarkvort eins og ég segi feitir eða mjóir eða hálslam lengri en aðrir. Eru fuglarnir sem þú ert að tálka í dag öðruvísi heldur en þessir fyrstu? Já, þeir hafa breyst dálítið mikið. Mér finnst ég á gamla fugla en eiginlega allt og lítið af þeim og mér finnst þeir svolítið frumstæðir sumir. Og þeir eru ekki alveg til sýnis en mér finnst þeir alltaf jafnfallegir þessi nýju. En þeir eru svolítið öðruvísi í laginu, það er svolítið skrítið. Svo er lítill krummi sem einn af elstu fuglunum sem ég gerði sem ég þykir vænt og svo annar nýri uppi og ég setti þá á þennan stall og svo setti ég spiladós inn í sem er með krummavísum í. Við skulum heyra hvernig heyrist. Þessi krummi var á Eyrarbakka upp á Mæni, þessi sem var á myndinni. Og þessi gamli, þú myndir aldrei láta hann? Nei, ég myndi aldrei láta hann. Það einn aðeins og ég muni nú eftir öðrum. En hinn hefur stundum verið seldur sá sem var uppi og búinn til nýr. En ertu alltaf með eitthvað í höndunum? Ertu alltaf með fugla í höndunum? Í alla daga það er alveg saman hvort það er helgi ekki, það er allir dagar eins. Og kannski maður þarf náttúrulega að hafa áhuga svo þetta er auðvitað skapandi og skemmtileg vinna þannig. Hefurðu nokkra tölu á því hvað eru orðnir margir? Nei, ég reyni ekki að hugsa það einu sinni. Já, það er að koma á Vestæði til mín heimsókn bara yfirleitt ef ég er heima, þá er það hægt Það fólk hittir á það að syngja undan sér eitthvað. Og var gestkvæmt hjá þér í sumar? Já, það var þá nokkuð gestkvæmt og ég reyni að eiga alltaf til einhverja litla fugla þegar fólk kemur Einhvern veginn finnst mér óþægilegt þegar ég á enga fugla eins og það kom fyrir þegar ég var að byrja í þessu á Hólmavík að það var stundum engin fugl til. Það var óaðlegilegt þegar fólk kom langt að. Þá var ég búinn að selja hvern einasta fugl og svo einu sinni ætlaði ég að koma upp sem sýnishorn með öllum fuglunum en það tekst alltaf að plata út úr mér. Þannig að ég hef ekki getað gert það hingað til en einhvern veginn þarf ég að gera það og bara festa það á eitthvað eða eitthvað svoleiðis eða setja á bak við gler eða eitthvað. Því það er svo leiðilegt að ég ekki neitt eða ekki einu sinni til að sýna fólki. En annar eftirspurn? Já, ég reyna það er svona ýmislegt sem maður er að gera til þess að, já, ég er annað eftirspurn alveg, en það ég semst ekki, ég á aldrei, eða ég á ekki mikið, aldrei lager af fuglum, en ég hef alveg annað eftirspurninni þannig sé, Þannig að það er ekki, þannig að ef fólk þarf að panta allir með stóru fuglana hjá mig, þá dregst það stundum, þá er bara, segi ég fólki það, getur dregið stundum, en ég næ alltaf þannig eftirspurn, en ekki jafn óðum samt. Og það er engin lager hérna? Engin lager til. Og svo er ein gerð af fuglum sem eru stóri krummar. Þeir maður svo lengi að gera og ég hef ekki tímt að eyða tími að það er nokkur sem eru pantaðir hjá mér.
Og en því að bara ef maður fer í að afgreiða það, þá bara allt stoppa á miðan. Þannig að það ekki allir leita hægt að annað eftirspurnin. En svona það alveg tekið stinga til. Og tímakaupi samt sem áður kannski ekki alltaf rosalega hátt. Nei, það ofta að skamma mann fyrir að vel ekki mæta vel ekki að herra. Og þetta gæti maður kannski stíft eftirspurnin hann, ég veit ekki. En nei, ég er ekki, ég er ekkert að hugsa það svo mikið. Mér finnst þetta einhvern veginn, þetta öðruvísi. Þetta ef maður veitir mann ánægð starfið manns, þá það svo líka mikilvægt, sko. Finnst mér. Fuglinn minn úr fjarska fögnuð vorsins handa mér. Yfir höfin ægir breið, ævinlega flýgur rétta leið. Þetta óskaplega gott fyrir sálina. Allt svona skapandi held ég sé gott fyrir sálina. Fyrir sér á græna grein. Mér ellin gefur kaldan koss, kroppinn læðist breyta, þarf að venda kvæði kross. Hljómsveitin Mánar fagnaði 50 ára afmæli í fyrra og af því tilefni var ákveðið að semja nýja tónlist og taka upp plötu. Sú vinna er nú í fullum gangi og gengur mjög vel, enda áratuga samstarf að ræða. Þetta var þarna 65 sem að það varð og þá vorum við Gummi Ben og einn trommari í viðbót sem hét Þorvaldur, eða það voru 2 trommarar með okkur, Þorvaldur og Kristján Jens. Og þetta var tríó sem við vorum með, peyjarnir, og hét Bimbo tríó. Og við vorum farnir að spila svona sem pásuljónsveit á sveitaböllum, þá þurftu pabbarnir okkar að fylgja okkur alltaf hægt með því að við vorum náttúrulega máttum ekkert vera 12 ára gamlir og 12 og 13 ára. Hvernig músík voruð að spila? Það voru Shadows-lög þá sem við vorum aðalega með Þegar að Beatlarnir komu þá reyndar urðum við voðalega hrifnir af þeim og Gummi sagði mér að það væri komin hljómsveit sem héti Beatles, þau væri með hár alveg eins og stelpur. Og þeir syngju lögin alls og við fórum að hlusta og þá var Love Me Do komið út og við ákveðum að æfa þetta og svo erum við búin að æfa það vel og svo tökum við upp á segulband sem Bassi bróðir átti, hann er miklu eldri en ég hann var búin að hafa segulband. Við tökum þetta upp og svo hlustum við það Love me do, you know og við hættum bara og heldum okkur við Shadows-lögin áfram. Síðan fer þetta svolítið skemmtilega í gang og þeir spila í útvarpið og svona ýmislegt. Og ég gerði svona bassaleikari með þeim, stóð á bak við tjöldin og spilaði búm, búm, búm. En máttur ekki sjást? Nei, ég mátti ekki sjást Það skemmti svona, þú veist, æsku ljóman yfir þessu. Ég var hann eitthvað 18 ára eða eitthvað Já, þegar við vorum orðnir 15 ára, þá fannst okkur þetta ekki alveg nóg. Við vorum ekki með bassaleikara með okkur, við vorum bara 3 sem sagt. Og þá vildum við fara að gera eitthvað meira og vorum svona farnir að komnir í mútur og gátum farið að syngja svolítið og svoleið Þannig að þá fengum við sem sagt trommarann úr Limbo sem var þá starfandi önnur Limbo og Bimbo sem voru þarna í gangi. Það voru aðeins eldri strákar heldur en við og fengum Óla Backmann sem var trommari þar Og þá urðu Mánar til og frændi minn eitt sem heitir Stefán Áskrinsson sem fór á bassan. Þá byrjuðum á Laugavatni 65 sem sagt á landsmótinu þar. Ég kom inn í bandið í júní 67. Þá var hljómsveitin orðin 20 ára tæplega. Og hvernig var þá stemningin sem þú gekkst inn í? Hún var voða skemmtileg fyrir mig. Þetta var eiginlega fyrsta hljómsveit sem ég tók þátt í. Fyrir utan ég hafði verið í skólahljómsveit í Gaggo Aust þegar ég bjó í Reykjavík En jú, þetta var voðalega gaman. Og hvernig gerðist þetta? Að ég kom inn í bandið. Ég var að vinna upp á Laugavatni, skal ég segja þér. Og Labbi frétti að ég ætti
bassa og magnara og væri eitthvað að leika með svona í frístundum hann frá upp á Laugarvatni og hringdi í mig og fékk mig til að koma á eina pröfuæfingu og ég var á þeim. Og hér ertu enn? Og hér er ég enn. Þetta nú ekki svo langt síðan. Sko þetta reyndar spannaði 10 ár tímabili sem mánar voru í gangi sko. Fyrst byrjuðum við nú bara svona með hefðbundin lög svona Bítlana og Stones og allt þetta sko. En svo svona þegar fór að líða og þá fórum við að þyngjast ansi mikið og þá fórum við að taka alls konar lög svona Uriah Heep og Death Row Tull og svona alls konar sem voru bara við æfðum kannski bara Tikkis að Brygg, bara við æfðum bara allar plötuna bara nánast. Og þetta var tekið á böllum og böllin voru raunverulega meira svona bara eins og tónleikar. Fólk bara stóð og svona dillaði sér með, þetta voru lög sem ekki kannski með neinum danstakt eða neitt og breytist takturinn og allt sem þekkja þetta. Þannig að þetta var meira eins og tónleikar sko. Og þetta gekk alveg? Þetta gekk í nokkur ár sko. En svo nefnilega fekk fólk nóg að þessu og þá fór allt yfir í það, þá kom þetta Diggi Liggi Læ og Steini Spil hérna, heyrti á okkur allt fólki á tímabili því að þá var bara fólk búið að fá nóg að svona miklum þunga sko. Þá vildi það bara fá léttleikan og þetta var svolítið sniðugt að gaman að hugsa þetta svona eftir á hvernig tímabilin svona komu hvert af öðru sko. Það var náttúrulega þarna 74-5 sko, þá músíkin að byrja að breytast sko. Þá var að koma inn bönd eins og Steini Spil og svona Dullun Day bönd svolítið skilur, svona Tralalala, Yippee og þetta. Og við einhvern veginn, við svona hálfflosnuðum sko upp þegar þetta fór einhvern veginn að tröllríða öllu sko, má segja. Hammondorgelið datt út, það var orðið hallærislegt og svona þetta þungarokk var einhvern veginn ekki alveg að virka lengur. Poppið, svona meira poppið fór að taka við sko. En ykkur ekki dottið í huga skell ykkur bara í svona eitt gott svona Diggi Liggi Ló? Nei, þetta einhvern veginn, þetta var svolítið fast í karðetinu hjá okkur sko, þetta þungarokk og okkur fannst það einhvern veginn vera bara svona það sem við vildum spila. Síðan tekur hljómsveitin Kaktus við og þá förum við í þetta gleðikonulutverk. Þá mátti spila eitthvað annað? Já, þá vorum við bara komnir í það. Árið 1970 fóru Mánar út í Danmerkur til að taka upp efni á stóra plötu. Enda var hún þá orðin atvinnuhljómsveit sem æfði frá morgni til kvölds. Útkoman var Svartaplatan eins og hún oftast kölluð og þar sýndi hljómsveitin á sér ýmsar hliðar. Rockið var þó hennar aðalsmerki og sú tegund tónlistar sem stendur mánahjartanu alltaf næst. Það þurfti því ekkert að dekstra þá mikið til að koma saman og hita upp fyrir Deep Purple í Laugardalshöllinni árið 2004. Gleyptum þetta alveg og byrjuðum bara að æfa og hamast og tókum 2 mánuði bara í það og voða duglegir sko. Og síðan bara spilaðum við þarna í 40-45 mínútur 2 kvöld í röð sko, upphitunarband fyrir Purple sem sagt. Það var náttúrulega ógeðslega gaman. Og nú það ný plata sem tekin upp í nýju hljóðveri í Hveragerði. Hvernig stemningin hérna? Hún bara mjög fín sko, það líka svo gaman í þessu nýja stúdíó sem að Labbi og Bassi sonur hans, litli Bassi sem hausnum hærri en ég reyndar, en þeir eru búin að berja þetta saman og eru komnir með hérna pottþétt stúdíó sko. Þannig að okkur finnst þetta bara ægilega gaman sko, en við finnum náttúrulega alveg að svona gamli neistinn kannski svona aðeins farin að dofna sko, hann sérst í hennum í myrkri. Og svo ákvaðum við að fara svona að stækka við okkur og gera þetta svolítið betra og þá fórum við hérna í Hveragerði og gerðum græjum þetta því að við ætlum báðir svona, ég að snúa mig meira að bara stúdíó, ég ætla bara að draga mig út úr þessu ballskröldi, þetta eins og ég segi bara ballið búið.
Að búið að kveikja ljósin? Já, það er búið að kveikja ljósin þannig að við ætlum að snúa okkur meira í þetta, þannig að þetta verður okkar svona atvinnu dæmi framundan. En hvernig að vera hérna núna þessa daga með gömlum mánum að búið til nýtt efni? Það er náttúrulega frábært alveg reynd, ekkert nema skemmtilegt. Það blundar í gömlum mánunum einhver neisti svona sem er gaman að virkja. Eru þið sömu strákarnir? Já, við erum það. Við höfum komist að raunum það meira og meira eftir því sem við verið hérna meira saman og það er ýmisleg atvik og ýmislegt svona skondið og skemmtilegt sem allt í einu svona poppar upp í hausnum á manni bara af því að þegar við hittumst svona við 5 þá eitthvað sem maður héldum að vera í löngu búin að gleyma. Þetta er roða gaman. Maður verður ungur í annað sinn. Hvernig tilfinning er þetta að bíða eftir nýrri mánaplötu? Maður fer að vera spenntur. Og er þetta alltaf jafn gaman? Já. Það minnkar ekkert sko. Þetta er alltaf jafn gaman. Það er maður með alveg stein í maganum. Þannig að við viljum gera hlutina vel. Þið eruð ennþá þar? Já. Við sko það er og hafa gaman að þessu og hafa metnað. Segir eins og Raggi Bjarnar sko, og meðan maður hefur gaman að þessu þá heldur maður áfram. En þegar maður hættir að hafa gaman að þessu þá sleppir maður þessu.